skulum við athuga hvað Njóla gerir. Hún nefnilega lætur ekki bara peningana liggja, heldur bætur hún alltaf við. Á hverju ári leggur Jóna inn 100 krónur inn á reikning sem ber 5% ársávöxtun. Svo spurt hvaða upphæð er á reikningnum eftir 10 uppfærslutímabil. Þess að hún leggur á hverju ári alltaf inn 100 krónur, segjum bara alltaf í upphæðu hvers árs til þess að hafa þetta einfalt, og hún tekur aldrei neitt út. Hún tekur ekki neitt út, tekur aldrei út. Allt í lagi. Við skulum þá spjalla okkur svona í gegnum þetta og sjá hvernig þetta lítur að vera. Skulum setja hér ár og númer á það. Þetta er sem sagt, hún leggur inn hér í byrjun, árs númer 0, og svo er hér upphæð. Og hún setur inn 100 kall. Og svo hér eru vestænir uppfærðir og segjum að þá samstundis leggi hún inn 100 krónur aftur. Eða kannski að hún fái, fyrst skulum við náttúrulega reikna hvað hann er komin með. Hún á þennan 100 kall og svo hefur hann ávastast. Þetta er sem sagt 1,05 sinnum 100. En hún stoppar ekki hér, heldur myndar hún svona summu. Ná þennan, F0 sinnum 1 plus R og leggur svo aftur inn 100 kall, þetta í byrjun. Þannig hún á þetta, ínter. Sem sagt, hún á þetta. Ár 2, eða sem sagt annað uppfærslutímabil, köllum það S2 þá fær hún vexti á þetta hér. Þannig að hér fær hún 1 plus R og hér fær hún 1 plus R sem margfaldast við báða liði. Ínter, þannig eru leikreglurnar F0 sinnum 1 plus R og svo líka á hitt F0 sinnum 1 plus R í öðru. Og svo bætir hún alltaf 100 krónur við. Svona. Hvað gerst svo á þriðja tímabili? Þá fær hún vexti á þennan, lið, þennan og þennan. Þannig S3 er þá þessi hér sinnum 1 plus R fyrsta veldi. Þessi er bara búin að vera 1 tímabil. Næsti liður, hann er það búin að vera 2. Og þriðji þarna aftasti, hann er búin að vera allan tíman. Hann er búin að liggja allan tíman og við tækifærið bætur hún við. Og sjá núna hvernig þessu vindur fram að eftir n ár, eða 10 eins og vorum að leita það, þá verður formúlan hennar svona. Þetta blúsinn. F0 sinnum 1 plus R og svo framvegis alltaf leið upp í F0 sinnum 1 plus R í veldinu. En og nú er eðlilegt að taka bara F0 út í sviga. Þá er hérna 1 plus R í fyrsta veldi. Og kannski ættum við náttúrulega tækja fyrir að skrifa 1 til þess að búa til fallega formúlu. Í stað fyrir að skrifa 1, að skrifa þá bara 1 plus R í veldinu 0. Síðan 1 plus R í veldinu 1.
og svo förum við alla leið upp í 1 plus r í veldinu n. Þetta er nákvæmlega hlutfallsröð eða kvótaröð sem við getum þá skrifað svona. Látum k-ið hlaupa frá 0 og upp í einhverja tölu n sem var þá þarna 10 ár og hér er breytiþátturinn. En þessa formúlu kunnum við, hún verður, það er fyrsti liðurinn og síðan megum við segja 1 mínus og svo er það hlutfallsfastinn sem í þessu tilviki það breytiþátturinn 1 plus r í veldinu fjöldi liða í röðinni og teljum þá að þessi liðvísi mínus þessi að þá n plus 1. Og svo regla komin og síðan 1 mínus hlutfallsfastinn eða 1 mínus 1 plus r. En hér er nú fallegra því að þessi hérna tala stækkar 1 plus r í veldinu n plus 1 að lengja þetta síðasta brot með mínus 1 hreinlega. Skrifa þetta frekar svona. Þetta er þetta alveg sami hluturinn. Alveg eins og 2 deilt með 3 er sama og mínus 2 deilt með mínus 3. Svona. Þar með erum við búin að búa til ansi öfluga formúlu. Skulum skoða þetta í matla. Jóna. Bara setja þetta upp fyrst svona. Sem leggur inn 100 kall árlega og reikningurinn er með 5% sem er þetta 5% per annum uppreiknast einu sinni árið árlega. Og þá getur nú bara stilt þessu upp. F0 það er 100 kall og R-ið er 0,05. Við skulum aðeins reyna að sjá út formúluna líka. Það er allt í lagi. Skulum hér. Þetta hér eins enna vinnurýmið og strúka á glugganum. Og F1 þá fær hún vexti á F0. Það er 1 plus r. Fínir. En svo leggur hún inn 100 kall. Svona. Og eftir næsta ár, við kallum það S1, þetta er summa. Þá fær hún vexti á F1. Nú bara skrifa það. F1 1 plus r. En svo leggur hún inn F0 aftur. Svona. Leggur alltaf inn 100 kall og svo fær hún náttúrulega þessi F1 hefur ávaxtast í 1 ár. Þetta heita S1 af því þetta er fyrsta summan og þetta er önnur summan. Svona. Ég skiptu nafn, ég þarf að hafa margföldunarmerki. Jæja, ár 3 fyrir summan. Allt þetta hérna hefur núna var uppreiknað einu sinni, það er S2. Fíntur, 1 plus R. Og svo leggur hún inn 100 kall. Við sjáum rakninguna. Svona. Tek eitt enn. S3, S4, var þá S3 hér sem 1 plus R.
og svo heldur þetta svona áfram upp í 10 ár. Það er alltaf þessi formúla. S5. Það er síðasta sem átti í reikningnum og svo bætum alltaf 100 kallir við. Índir. Það fyrir hérna með 5. En það er kannski fljótlegra að nota hlutfallsröðina sem að við teiknuðum að kæmi út. Kannski láti ég þetta bara sjást allt saman. Og þá getum við notað F0 og R og hlutfallsröðin, svona smá athugasemd, hlutfallsröð. Þá séum við S5 á samkvæmt því sem við gerðum bara á blaðinu á hann. Að vera F0 sinnum F0. Þetta er að síðasta sem var að leggja inn. Það er nákvæmlega þessi hérna. Hann hefur aldrei ávaxtast. En næsti er að segja þessi hérna. Næsta ár þá fær hann rentu 1 plus R. Þessi er búinn að liggja í 1 ár. Og svo næsti er mitt að nákvæmlega þessi hér. Á 5. ári er hann búinn að fá líka ávöxtun. Og þetta hefur gerst í 5 ár. Og 3 fyrst. 1 plus 1 plus það er í 4. Og svo 1 plus R í 5. Þannig. Og sem sagt þetta er, ég ætti að kalla þetta eitthvað annað en ég ætla að kalla þetta aðeins annað S. Svona. Og þetta er alveg það sama. Og ef við notum formúluna, getum það að kalla kannski SS5, þá segir hún að mér nægi að segja F0 sinnum og svo býð ég til þetta hlutfall. Þetta er hlutfallsfastinn, bókum smá plás hér. Þetta er hlutfallsfastinn sem er breytið þátturinn alltaf. Í veldinu fjöldi liða og þeir eru 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þess að við byrjum að telja í 0. Og þannig ég verður að setja hér 6 og dreg svo 1 frá samkvæmt reglunni og svo er það breytið þátturinn mínus 1. En breytið þátturinn var 1 plus R. Svo dreg ég 1 frá, þannig ég fæ bara R. Þannig þetta er allt sama formúla. Og í 10 ár. Já. Jóna leggur inn í svona, hvað á hún eftir að fjárhæðin hefur uppvastast 10 sinnum með þessum leikreglum, hún leggja alltaf inn. Og þá er það, ekki bara að fá þess að hérna lána það. Kannski eðlilega að segja sko að þetta hefur ávastast, það er komin 10 ávastuna tímabil. Það er 10, þú vil ekki að kalla þetta SS, bara S10. Og við byrjum að tella inn 0, þannig við verðum að hafa hér 11. Það er þessu upphæð hér. Það var 100 kall og hún er komin í 1421. Það sjá bara F', svo við getum fengið að sjá þetta á svona svolítið hreinu formi. Ekki að biðja hana bara svona G-tölu. Við erum að setja inn alveg frá, setja inn S10, stóra S10.
Og já, ekki að setja þetta í nýja línu. Svona. Og hópa, setja þetta vitlausum megin við. Svona. Og meira gamari lipur. Já, kannski þessi náttúrulega bendir á S10, þá má ég skrifa smá texta hérna. Hvað þetta bara S10 er. Og ég get það aðeins sagt, bara krónur fyrst við erum að bauka þetta annað borð. Svona, gott. Þetta er kannski að lyfta þessu aðeins herra svo þetta sjáist nú allt. Svona. Áskulum segja þetta komið.